Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Bjarni, Glitnir sagði upp tæplega 100 manns í síðasta mánuði auk þess sem bankarnir hafa verið að segja upp fólki núna undanförnu. Icelandair hyggst segja upp 200 til 300 manns. Þetta kannski bara upphafið að því sem koma skal. Það skulum vona ekki, en við höfum líka séð töluvert af uppsögnum í vissum sviðum iðnaðarins og hann borð fregnir í byggingariðnaði líka og það er nú svona venjubundið því miður að þegar kreppir eitthvað þá lætur sú atvinnugrein gjarnan undan að einhverju leyti. En það er hætt í því og svona flest bendir til þess að atvinnuleysi komi til með að vaxa hugsanlega nokkur hröðum skrefum fram eftir árinu. Það hefur verið erfiður veturinn hjá mörgum fyrirtækjum og ég gerir ráð fyrir að flestir reyni í eins lengi og mögulegt er að koma í veg fyrir það að fara út í einhvers konar uppsagnir. Menn eru auðvitað held ég að vonast til þess að það rætist einhver liti úr þessu ástandi og þannig að þetta er einhvers konar neyðarúrræði hjá fyrirtækjum að fara á þessa braut og þegar fyrirtæki gera þetta og neyðast þess að fara út í þetta þá er þetta auðvitað endurspegla bara það hvað er að gerast hvað við séum á hinum enda fyrirtækisins, það er að segja að tekjurnar og hvernig gengur í fyrirtækinum er bara að endurspegla þessa þróun, þannig að það er hættu því að þeir aðilar sem hafa verið að svona halda að sér höndunum eins lengi og mögulegt muni fara í auknum mæli að gera þetta. Það svona liggur í loftinu en auðvitað vonum við að til þess kom ekki. Menn töluðu svolítið að þetta myndi gerast með haustinu, þetta virðist vera að gerast mun fyrr heldur menn áttu von á. Hvað erum við að horfa fram á mikla dífu og hversu mikið atvinnuleysi núna út árið? Þú voru aðtöða það er því fólki sem er sagt upp í dag eða núna og uppsögnin tekur gildi segjum 1. júlí, það fólk mun ekkert mælast atvinnulaust fyrir en seint í haust. Þannig að þegar fólk er að segja þetta að þetta komi fram þá erum við að sjá það nákvæmlega í þessum uppsögnum sem hafa verið að berast fregnir af núna. En umfangið af þessu og er náttúrulega ómögulegt að segja til um. Hefur ríkisstjórnin verið að bregðast rétt við ástandinu að ykkar mati á Samtökum iðnaðarins og með þessu nýjasta til dæmis útspili? Já, svona allavega fyrstu sín þá leit það svona nokkuð eðlilega út að bregðast við því þessu ástandi svona að það er að segja aðeins að liðka til hjá Íbúðalánasjóði og svo þessi skuldabréfaútgáfa núna sem við verið að tala um. Það er þetta komið fram svona viss gagnrýni á þetta og ég sjálfsög ekki skoða þetta ítalega en ég gerir núna ráð fyrir að Edda Rós og Gunnar hjá Hagfræðistofnun hafa nú sjálfsagt eitthvað til síns máls en menn verða bara að meta stöðuna sem svo að það er einfaldlega meiri hagsmunir að koma í raun og veru fasteignamarkaðnum að einhver leyti í ganga aftur og svona styðja við gengi krónar. Eða sín eru við náttúrulega andsnúnir því að vera að reyna með handafli að styrkja gengi krónar. En það sem er kannski svona sorglegt í þessu núna svona sérstaklega eftir á að hyggja er að á síðasta kjörtímabili var ráðist í aðgerðir af hálfu stjórnvalda sem að til dæmis að lækka verulega tekjuskatta á einstaklinga og lækka virðisaukaskatta á matvæli og svona alltaf maður kannski segja breytingar þá á Íbúðalánasjóði. Þetta eru allt aðgerðir sem ekki er hægt að gera aftur og voru settar á fót í miðri uppsveiflunni og eru gerðu illt verra á þeim tíma þó svo þetta séu mjög jákvæðar aðgerðir í sjálfu sér. Í dag væri miklu betra að eiga það násu upp í erminni að geta lækka virðisaukaskatt á matvæli. Að geta gengið hraðar fram í að lækka tekjuskatta á einstaklinga. Þannig að geta stjórnvalda til þess að bregðast við er ekkert allt of mikil og svo má ekki heldur gleyma því að tekjur ríkissjóðs eru heldur betur að draga hratt saman. Þannig að þar verða menn líka að hugsa vel og vandlega ríkiskassan og gæta þess að sprengja ekki útgjaldaliðin alveg of. Þannig að ríkið hefur verið að bregðast rétt við bara á kolröngum tíma? Það má kannski segja það að eins og ég segi, lækkun virðisaukaskatts á matvæli er í sjálfu sér bara fín.
en hún var ekkit á besta, kom ekki fram á besta tímanum. En hvað væri þá hægt að gera? Menn í atvinnulífinu hafa nú verið að hamra á því að ríkið þurfi að bregðast enn betur við og til dæmis náttúrulega bíða menn bara eftir því að gjaldeyrisforðinn verði aukinn. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur? Það er ómögulegt að segja. Það sjálfsögðu væri gott að fá þessa styrkingu á þessu sjóð en auðvitað spyr maður sig líka af hverju var það ekki gert þegar það var hagstætt. Og það náttúrulega liggur ljóst fyrir af hverju menn gerði það ekki. Það er vegna þess að þetta hefur þau áhrif að erlend lántaka náttúrulega bara sogar inn peninga og menn vildi ekki hafa þau áhrif á gengi á þeim tíma. Og það var bara Seðlabanki var að keppast að í öllum á fullu að styrkja gengið og berjast við verðbólgunum með mjög svona veikum hætti og þessi lántaka kannski þjónaði ekki algjörlega hagsmunum á þeim tíma. Það er kannski erfitt að segja. Ég held bara því miður að geta stjórnvalda til þess að bjarga einhverju núna, hún er einfaldlega ekkert neitt allt of mikil. Þessar aðgerðir sem búið að boða núna að styrkja leigumarkaðinn og íbúðalánasjóð og þessi skuldabréfaútgáfa og svona og er jákvæð og styður við þetta. Ég skilur þetta ekki alveg okkur menn stigu ekki skrefið til fulls og felldu algjörlega niður stimpilgjaldi. Stendur í stjórnarsáttmálanum að það verði fellt niður þegar aðstæður leyfa og gefa tilefni til. Ég finnst einhvern veginn eins og það sé bara svona það bil núna. Þannig að styrkur stjórnvalda er ekkert endilega allt of mikill. Hvað með ráðast í framkvæmdir og virkjanir? Mér finnst alveg ótækt að vera að draga einhverjar virkjanaframkvæmdir inn í þessa umræðu. Það tekur mörg ár að taka ákvarðanir, hanna og byggja virkjanir. Það tekur mörg ár að hanna og byggja álver. Og það er ekki hægt að tímasetja þetta algjörlega. Þannig að þetta passi alltaf inn í hagsveifluna hjá okkur á hverjum tíma. Ég tel að það væri mjög jákvætt á allan hátt að við myndum áfram geta nýtt okkar orku til atvinnuuppbyggingar og það myndi sjálfsögðu bæta það ástand sem við erum að glíma við núna og skapa bara verðmæt störf og þar fram eftir götunum. En það var ekki endilega að vera einhver neyðarúrræði til að bregðast við einhverju samdrætti núna að hlaupa til og fara að byggja virkjanir. Atvinnulífið verður að fá að ráða svolítið för í þessu máli. En mér finnst svona umhugsunarefni samt sem áður að menn vilja ganga sérstaklega fram og koma í veg fyrir svona framkvæmdir á þessum tíma. Það held ég að væri misráð. En þú ert allavega ekki að því að menn eigi að hlaupa til á þessum tíma, en ég veit að þú hefur verið stuðningsmaður þess að fara í Evrópusambandið og það hefur nú, menn hafa nú verið svona í auknum mæli fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið, sérstaklega núna þegar gengur illa. Hvað segirðu þá núna? Ég meina, menn eru einmitt fylgjandi því núna þegar gengur illa, menn eru minna fylgjandi því þegar það gengur vel? Þetta er eiginlega sama, okkar afstaða hefur verið óbreytt frá því samtöku iðnaðarins voru stofnuð 1993 og eru forvera þeirra samtaka líka að mestu leyti að taka í raun og veru þann slaginn og koma sér í það umhverfi. Og það hefur, sú afstaða hefur einfaldlega ekkert með áhrif efnahagsmála á hverjum tíma að gera. Hins vegar sjáum við það mjög greinilega í afstöðu fólks að þegar kreppir að gengi fellur og að menn svona fara sannarlega að hugsa sig og velta fyrir sér býtum við ættum við nú kannski að skoða stöðu okkar. Alveg eins og með það að virkjanaframkvæmdir eins skynsamlegar þær eru nú, þær eiga ekkert að vera eitthvað bjargráð núna og sama gildir með Evrópusambandið. Það er engin töfralausn á þessum aðstæðum sem við erum í núna. Það má hins vegar alveg velta fyrir sér hvort aðstæður væri jafn slæmar hefðu við verið þar á einhverjum verið farið þar inn. Það er erfitt að segja til það. En við erum í ákveðnu aðstæðu núna og Evrópusambandsaðild eða svona einhverjar handstýrðar ríkisfjármála aðgerðir það er ekki hinn endilega laust. Við þurfum að tryggja það held ég að það sé atvinnulífið sem að svolítið
ráðið för þessum efnum. Örstutt svona í lokin, menn hafa verið skítræddir við það og það bendir til þess að fyrirtækin séu svona byrjuð að horfa svolítið út fyrir landsteinina og hvað varðar höfuðstöðvar fyrirtækina, fara bara úr landi. Það sé ekki að hjálpa okkur að vera íslensk fyrirtæki, heldur vilja þau bara vera alþjóðleg fyrirtæki og tengjast ekkert íslenskum efnahag. Þetta áhyggjuefni? Sannarlega, frá sjónarhóli fyrirtækina sjálfra skiptir það að þau ekkert svo ofboðslega miklu máli hvar þau eru. Þau fara einfaldlega þangað sem starfsskilyrði og aðstæður eru best. En frá sjónarhóli okkar sem samfélag þá skiptir það ákaflega miklu máli að búa þannig hnútana að skilyrði atvinnulífsins og fyrirtækja, sérstaklega þessara stærri alþjóðlegra fyrirtækja, séu mjög hagfelld til að vera hér. Það styrkir okkar efnahags í heild sinni. En það hvort að það sé að bresta á einhver flótti núna, það held ég kannski svona full sterkt til orða tekið, þó svo að það hafi borist fregnir af því að einhverju sé að huglega það eða eitthvað slíkt. Við höfum alltaf séð einhverja hreyfingu á fyrirtækjum, bæði koma og fara og það má ég kannski segja þessu svo að aðstæður núna fyrir einmitt erlend fyrirtæki til að koma til Íslands, það nú bara eiginlega mörguleyti bara mjög fínar, gengið mjög hagstætt og gengið hagstætt og skattar á fyrirtæki eru lágir og það kannski nóg framboð að hæfu vinnuafli og eitthvað svoleiðis. Þannig að við skulum eiginlega vona frekar að sú verði þróunin frekar en að það sé að bresta einhver flótti á íslensk fyrirtæki til útlanda. Já, Bjarni Már, við verum að láta þetta vera lokaorðin. Takk hérlega fyrir komuna. Takk sem við. Sem þetta gott á hádegisviðtalinu, það verður hér á sama tíma á morgun, verið þið sæl.